Já, komið þið sæl, ég heiti Geir Hólmarsson og ég ætla að ræða við ykkur um sköpunina og svona aðalega frá mínu sjónarhóli, en ég hef verið að efna í þann sjónarhól frá árinu 2006 og þegar maður er að ræða um sköpun eða rannsóknir og sköpun þá er hefðbundið að miða kannski við árið 1950 þegar bandarískir sálfræðingar lögðust í svona átaki að rannsaka skapandi hugsun og að hvaða leyti skapandi hugsun væri þá frábrugðin venjulegri hugsun. Þetta átak var fjármagnað af bandaríska ríkinu og hugmyndin var að reyna að skilgreina sköpun með sama hætti og við skilgreinum greindin á sínum tíma og finna þá þessa skapandi einstaklinga og vinna þá sérstaklega með þá inn í skólakerfinu og þá getur Bandaríkjamenn hugsanlega náð einhverjir aukinni forystu á heimssviðinu í samkeppni við Sovétmenn á sínum tíma. En þetta gekk ekki vel og nú liðin 70 ár og við erum í svona sem litlu nær hvað sköpun er eða hvernig á að skilgreina hana. En við höfum samt sem áður komist að ýmsu og við vitum það að félagslega þættir eða ytri þættir hafa töluvert mikil áhrif á hvernig við hugsum. Og manneskjan þegar hún er ein með sjálfum sér er miklu ríkari í ímyndunaraflinu og það er miklu virkara og hugsunin miklu frjálsari og það er ýmsum möguleikar sem þar kvikna í þeirri hugsun sem ekki er þegar manneskjan er í félagslegu samhenginu sínu. Þegar hún þarf að hugsa með öðrum eða tjá sig gagnvart öðrum að þá er eins og ímyndunarafli hverfi í skuggan og öll hugsun verður miklu skilyrtari og bundnari. Þetta er svo sem alveg í samræmi við þessar niðurstöður þar sem benda til þess að hvernig manneskjan hugsar breytist eftir menningu og áhrifum skipulagsheilda eins og til dæmis stofnana, fyrirtæki eða samfélagi í heild sinni og svo sem alveg í samræmi við það að vestrænar niðurstöður á skapandi hugsun og skapandi hugsun og hugsun yfirleitt. Vestrænar niðurstöður eru ekki nema að hluta til yfirfæranlegar á samfélagi í Asíu og ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að þar er ólík menning og fólk hugsar öðruvísi og þess vegna gengur þetta ekki nema að hluta til saman. Samfélagslega menningin hefur áhrif á það hvernig við leyfum okkur að hugsa og það virðist vera eins og það sé til ákveðin tegund af hugsun eða þankagangi eða frjálsræði þegar við erum ein, en þetta er miklu bundnara þegar við erum út í samfélaginu og við þá kannski lítið á það sem einhvers konar stofnanavædda hugsun, meðan hinn er þá kannski einstaklingshugsun. Ég fór að skoða þetta aðeins út frá þróun vestræna samfélaga og það kemur ljós sem ég finnst það bara nokkuð auðsýnilegt að ímyndunaraflið er jaðarsett vegna þess að það er uppgangur í iðnaðarsamfélaginu og þar á undan var að vísindahugsunin og þar á undan upplýsingin og þessi krafa röklega skynsemi verður alltaf meira og meiri og það er engin almenn eftirspurn eftir hugmyndum í iðnaðarsamfélaginu, það er eftirspurn eftir vöðvaflinu og já, ímyndunaraflið og skapandi hugsun, hún svona hrekst undan og finnur sér stað í menningu kemur þess tíma sem við kallum listir og þar hefur einhvern veginn átt heima og þannig hefur tíminn þá myndað þann skilning hjá okkur að listirnar búi yfir sköpun og almenna samfélagið og við þetta venjulega fólk erum þá ekki sérstaklega skapandi hugsun og þetta er ástæðan fyrir að sálfræðingin fóru í þessa átt en hafa svo sem ekki uppskorið og það hefur alltaf verið þannig í gegnum tíðina að önnur rödd hefur alltaf verið þó hún hafi verið hjáróma það að skapandi hugsun er venjuleg hugsun, það er engin munur og mér finnst kannski skortur á niðurstöðu eftir 70 ára rannsóknir kannski styðja akkúrat þetta en það hefur þessi rödd verið svona að vaxa rómurinn og ef það er þannig að skapandi hugsun er venjuleg hugsun þannig að við erum öll í eðli okkar skapandi það sé bara hluti af eðlislægri mannlegri hugsun að þá ættum við að horfa á þessa félagslegu þætti og við höfum sýnt fram á rannsóknir hafa sýnt fram á það að þeir hafi áhrif þannig að ef við ætlum að auka sköpunina þá þurfum við að skoða félagslegu þættina. Félagslegu þættir ráða því hversu skapandi við leyfum okkur að vera
Og ég fór þá líka að velta fyrir mér bara hvað hugsun og ég fór að lesa lífeðlisfræðilega rannsóknir á hugsun og Dr. Lisa Barrett og Dr. Annelies Seth hafa verið mikið að rannsaka hvað eru tilfinningar og hvernig þær verða til og hvernig tilfinningaleg merking verður til og þá Anil hefur verið að rannsaka vitundina, hvernig verður hún til, hver lífeðlisfræðileg virkni heilans sem myndar þessa vitund sem við höfum. Og hugsunar, lífeðlisfræðileg, framgangur hugsunar í heilanum þannig að heilin verður náttúrulega fyrir óheilu miklu magni af upplýsingum frá skynfærunum og það þessi skynjun sem hann þarf að þá vinna úr einhverja merkingabæra skilning og leiðin hans til þess í sjálfsveit flókin, þó að sé kannski svolítið svona kaotísk, að hann ímynda sér mögulega merkingar úr öllu þessu datastreymi, öllu þessu gögnum sem berast til hans, hann sífellt að ímynda sér mögulega merkingu. Þannig að hann raunverulega alltaf að skapa hugsanlega niðurstöðu, hugsanlega merkingu. Og svo það skynsemin og reynslan sem vinnur úr þessum möguleikum einhverja niðurstöðu. Og eftir því sem niðurstaðan kemur oftar og endurtekin, þá smá saman eykst einhver vissa. Og það sem sagt ímyndunaraflið og skynsemin og þessi víxlverkun þar á milli sem svo býr til þennan skilning sem við fáum þá úr datastraumnum frá skynfærunum okkar. Og þannig verður til einhver merkingabær hugmynd og það þá hún sem lögð á minni, hvort sem það þá líkt við annað. Þessum dæmi þetta, öllu jöfnu þá ætti við að vera að horfa núna og velta fyrir þessu dökku flötum og þetta að vera að skoða af hverju þessi mynd eða hvað þetta, hvernig á ég skilja þetta og skynjunin núna á fleygiferð að senda heilanum boð þessu upplýsingar sem við erum að horfa á og hann endalaust að reyna að búa hana til með því að giska og alls konar hluti en skynsemin og síðan reynslan kemur í veg fyrir það að þið náið því. Þið hafið ekki fyrir reynslu sem getið tengt við og það ekki skynsamleg niðurstaða úr forminu sem þið eru að horfa á. Svona að öllu jöfnu þá það þetta sem að gerast hjá fólki. Og ef ég sýnum síðan næstu mynd, þá sjáum við fluguna og síðan sjáum við að myndin sem þið voru að horfa á var af henni. Og núna hefur það gerst að heilin hefur náð að skapa úr svörtuflötunum sem voru óskiljanlegir rétt áðan merkingabæra mynd. Þannig hefur þú skapað þinn veruleika og þetta bara hinn eiginlega skapandi hugsun í manninu. Og ef við horfum á þessu myndina aftur þá sjáum við fluguna og því getið ekki annað. Og þetta sköpun, að mynda endalausa möguleika og vinna úr með þessum möguleikum besta svarið. Þetta hinn eðlislæga hugsun mannsins, þetta skapandi hugsun. Það engin munur. Og vandamálið hins vegar það að við höldum því fram eða þessi samfélagsmenningin okkar gerir ráð fyrir að sé munur og að eðlileg mannleg hugsun sé að yfirkeyra svolítið á röklegri skynsemi og á kostnað ímyndunaraflsins og það þýðir einfaldlega það að við látum skynsemina að bera hugmyndina ofurliði og núna þegar við þurfum á sköpun að halda þá finnum við ekki leiðina þangað af því við höldum að hún sé einhvers staðar einhvers allt annar staðar og áttum ykkur ekki á því. En allavega við gerðum tilraun í Menntaskólanum á Akureyri, 3 kennarar og hún hafði tvennan tilgang, annars vegar að auka menntun nemenda án þess að auka verkálagið, eða með öðrum orðum vildum minnka verkálagið en auka menntunina án þess að valda einhverju struktúrbreytingu á skólahaldinu. Og svo vildum við athuga hvort við getum unnið þá með sköpunni í því samhengi og breyta þá félagsmenningunni að því gefnu, allir eru skapandi en það félagsmenningin sem hefur áhrif á því hvernig það birtist og það kannski ekki til íhaldsamara, ég veit það ekki, samfélagi en skólasamfélagi þegar kemur að sköpun og þekkingu. En þannig að þetta var það sem við ætluðum okkur og fyrra verkefnið gekk út á að samstilla efnisyfirferð hluta úr önninni úr 3 greinum, saga, sálfræði og félagsfræði
og við stiltum okkur bara saman þannig að það væri hægt að þætta úr þessum 3 greinum svo einhverja nýja mynd. Og það er það sem við létum þá nemendur gera. Þeir samþættu fræðigreinarnar eftir að við höfum samstillt yfirferðina. Og þannig myndu þau vinna 1 skil úr 3 greinum og fá 3 sjálfstæðar einkunnir, og einkunnagjöfin var þannig að hver grein gaf bara sína einkunn óháð hinni. Og við hugsaðum þetta þannig að fyrri önnin myndi vera einhvers konar gagnaöflunar önn fyrir okkur til þess að búa til þá einhvers konar rannsóknarsnið sem við myndum þá fara með í formulega framkvæmd á seinni önninni. Þannig að staðan fyrir við séum alltaf samþætta efni ofan í þau, þá sæi þau þann skapandi þátt sem samþætting er. Það sem menn vinna úr möguleikum og reynur að hanna eitthvað nýtt úr 3 þráðum. Og málið er að nemendur drógu upp mögulega samþætta sviðsmynd, þar sem þau skýrðu til dæmis atferli og hegðun út frá kenningu sálfræðinnar og félagsfræðinnar, út frá atburðar á sögunar sem þau voru að fara í, og þau drógu upp aðrar hliðar sögunar, sú saga sem ekki er kennd eða sú saga sem ekki er sögð, veltu fyrir sér tíðaranda og samfélagsmenningu og hvernig hægt var að skýra atburði sögunar út frá þeim versus þá kannski einhverju svona sálfræðilega þættir. Þannig þau reyndu að taka alla þessar 3 fræðigreinar og draga upp nýja mynd. Og þetta gekk vel. En verkefnaskilin voru frekar fyrirsjáanleg í efnistökum. Nemendur sem eru vanir því að svara rétt og að reyna það, en það gengur skólinn ekki út á það, og þau fóru ekki mikið út fyrir bókina og voru svolítið svona háð efni heimildarinnar og voru að því leyti til svolítið svona fyrirsjáanleg. En samþættingarvinnan, hún gekk, og þannig að það gaf okkur vonu það að það var hugsanlegt að vinna eitthvað meira með þessi element í skólastarfinu og kannski einmitt með skapandi hætti. Og þannig við fórum í það að reyna að efla sköpunina með því að áhrif á samfélagsmenningu bekkarins, og ákveðum að búa til verkefni sem væri þannig að ef við hefðum enga vitneskju um hvernig skólastarf færi fram, en fengum það verkefni að þróa slíkt fyrir samfélagið okkar, hvernig skólastarf myndi við þróa. Og þau svo fengu alveg frjálsar hendur en við undirbyggum þau vegna þess að við vorum að reyna að fá það til að vinna á ímyndunaraflinu, og þannig er ekki hægt að henda þeim bara út í það aðeins að undirbyggja það einhvern veginn. Og þannig að við lærðum traust og félagsauð samfélaga, vegna þess að þegar menn að vinna á ímyndunaraflinu þá þarf að vera félagslegt traust til þess að menn bara á annar borð opni á það. Og svo fræddum við vígsluverkan ímyndunar og skynsemi, hvernig ímyndunar og skynsemi býr til skapandi hugmyndir, og kenndi þeim að horfa á umhverfið sitt án samfélagslegs skilnings, og reyndum að kenna þeim að sjá ekki það sem aðrir sjá. Og þau gerðu alls konar skapandi æfingar, og það sem þau beittu ímyndunaraflinu, klassísk æfing væri bréfaklemman. Hvað getur þið upphugsað margvísleg not af bréfaklemmu, og þá kemur að þessu akkúrat að þau eiga ekki að horfa á bréfaklemmuna sem bréfaklemmu. Þetta er málmur, þetta er vír, getur klift þetta í sundur, getur lóðað það saman, getur brættið, hvað möguleika getur þá notað, hvað möguleika búa í bréfaklemmunni, að þú hættir að horfa á hann sem slíka. Og svo æfðu þau sig skapandi hópastarfi, þar sem gengur eiginlega út á það að breytileikinn á hópnum og ímyndunaraflið kveikir hugmynd, og þau kveik hvort öðru, og þau eru að leita að möguleikum. Þannig að skapandi hópastarfi bara gengur út á hluttekningu og tillitssemi og það allt saman. Því að hugmynd kveikir hugmynd sem kveikir hugmynd sem kveikir hugmynd. Þetta er þessi mögnun sem verður á möguleikum sem síðan skynsemi mun þá vinna úr einhverja bestu niðurstöðu út frá tilgangnum með því sem það er að gera. Ég voni að þið náðu að fylgja með þetta, ég sé ekki að gera nú flókin En allavega, þetta er það sem þið gerðu, og þið gerðu það vel, og þetta tókst með því að hafa áhrif á félagsmenningu bekkarins, tókst okkur að búa til námsmenningu þar sem þau beittu ímyndunaraflinu með skipulögðum hætti. Og lausnin var grundvölluð á staðreyndum, þekkingu og reynslu, og hún var þeirra besta svar.
Með öðrum orðum, við erum hægt að leita að sko rétta svarinu, heldur við erum að leiða fram besta svarið miðað við ákveðnar forsendur, sem sagt að búa til nýja hugmynd úr skóla og grundvalla þá á sem sagt staðreyndum, þekkingu og reynslu. Og við fengum bara nokkuð góð svör, en sko auðvitað voru þau ekki að springa út, bæði þurftu að vinna svolítið hratt og þau voru svolítið svona bara hoppuð út í þetta og þau voru svo misjafnlega innstilt inn á þetta og erfiðast gekk að sjá ekki það sem aðrir sjá. Vegna þess að kennarinn í þeirra huga bara einhver erkimyndakennara, skóli erkimyndaskóla og þegar einhver skapandi hugmyndir komu framkvæmd skólahaldsins þá höfðu þau kannski áhyggjur af hvað verður kennarann eða hvernig þetta fara fram, þau voru alltaf að mæla þetta við sem sagt sko núverandi veruleika þeirra. Það sem skipti kannski mestu máli og var kannski ánægilegt að upplifa var bara sem sagt þeirra eigið framlag, sem sagt hvað það varði mikilvægt og hvernig þetta breyttist námsupplifuninni. Þannig að þau höfðu svo miklu meira allt sem að segja og þau áttu alls konar möguleika og það að upphugsa eitthvað sem ekki var notað, það var mjög lærdómsríkt, einmitt hvers vegna það var ekki notað, vegna þess að það kannski féll ekki nægilega vel að markmiðinu og svo framvegis. Það er ekki tilneitt rangt svar í þessari vinnu. Og þau lærðu og þjálfuðust í að hagnýta ímyndunaraflið og séti framdráttar og með skipulögðum hætti og það fannst þeim merkilegt. Og já, sem ég segi að okkur tókst að hafa áhrif á félagsmenninguna, þau beittu ímyndunaraflinu í hópi, þau voru skapandi og það var alveg ljóst að breytingin á félagsmenningunni opnaði fyrir skapandi nám þeirra og sem í mínum huga leiðin að skapandi menntun og skapandi skólahaldi. Og það er kannski þangað sem ég ætla að fara í vetur, vegna þess að mastersverkefni mitt sem ég ætla að reyna að setja saman að átta mig betur á því hvað skapandi menntun og reyna að draga það fram með einhverjum hætti í svona kannski ljósi sko, tilraunarinnar og þeim sjónarhóli sem ég stend á og hvernig ég horfi á sköpun. Vegna þess að hún er miklu nærmanni og miklu kannski aðgengilegri heldur en við höldum. En þetta sem sagt, sko, finnst mér hanga á svo starfsþróun kennara, hver hún verður. Það eru kennararnir sem framkvæma skólahaldið, þó að auðvitað, það eru nemendurnir sem læra og allt það, en þróunin yfir í skapandi skólahald fer í gegnum hendunar á kennarum, þó kannski á endanum að nemendur taki við því, en það veit náttúrulega enginn. Þannig að sko, en það sem ég kannski skipta mestu máli er það að sko sköpun og skapandi skólahugmynd og skapandi menntun er útvíkkun á núverandi skólahugmynd. Skapandi samfélag er útvíkkun á núverandi samfélagsgerð. Við erum ekki að tala um sköpun sem gagn hugmynd á ríkjandi samfélagsgerð eða ríkjandi sko hugmynd. Þetta er útvíkkun. Þetta er bara ég það ekki, þroskun eða að geta beitt rökluðu skynsemin eins og við höfum gert, en að geta líka beitt ímyndunaraflinu með hagkvæmum hætti í sko þekkingasköpun og í nýsköpun eða einhver öðru. Og svo sannlega vantar okkur hugmyndir og svo sannlega þurfum við að hagnýta ímyndunaraflið ef við ætlum að komast eitthvað inn í þessa 21. öld og takast á við þau mál sem sko snúa að bæði umhverfinu og öðru. Þannig það og sko ég læti svo sem duga hér en 19 mínútur, ég er orðinn alltaf langur, en það sem þetta er svona kannski smá listi yfir kannski þá helstu fræðimenn sem ég hef verið að byggja þetta tal mitt á og læt þetta kannski vera þá síðustu glæruna og ég þakka fyrir mig og ég vona að ég hafi ekki farið á hratt yfir og að þetta hafi verið í svona sæmilegu og skiljanlegu máli.